Gott kvöld. Áfram gakk í endurskoðun menningarstefnu Vesturlands og nú röðin komin að menningararfinum. Ég heiti Sigursteinn og ég starfa sem menningarfulltrúi hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi og með mér í þessu verkefni að vanda hún Sólveig Ólafsdóttir sem sérstakur starfsmaður menningarstefnunar og fagráðsins. En svona talandi fagráðið og þá svona til upprifunar þá menningarstefna nú endurskoðuð og þessi pallborð hluti af því verkefni. Skipað var sérstakt fagráð menningarstefnu Vesturlands 2021 til 2025 og það skipað fulltrúum frá öllum sveitarfélögunum á Vesturlandi, auk aðila sem eru starfandi í menningartengdum atvinnugreinum sem aðalstarfi á landsfundanum. En eins og áður hefur komið fram þá pallborðið í kvöld helgað menningararfi og ég ætla að lesa hérna upp stefnu kaflans en hún hljómar svona að menningararfur Vesturlands verði varðveittur og honum miðlað með áherslu á sögulega sérstöðu svæðisins. Sem fyrr höfum við boðið þáttöku öflugum aðilum sem tengjast áherslunum sem hér eru til umræðu og ég ætla nú að kynna þau til leiks og kasta þeim hérna fram á sjónasviðið og þá komum við hér. Sjá. Og aðeins að hafa þetta svona þannig að þetta lítur nú huggulega út, þannig að það fyll út í skjáinn, þannig að þetta verður svona þannig að þið eru alveg pottþétt í aðalhlutverkið í kvöld. En ég ætla að byrja hérna á að kynna hana Guðrúnu Jónsdóttur sem forstöðumaður Safnahúss Borgarfjarðar. Þar stýrir hún undir hatti Safnahússins 5 söfnum. Það byggðasafni, náttúrugripasafni, listasafni, bókasafni og skjalasafni. Safnahúsið eru í eigu Borgarbyggðar en þjónar alls 3 sveitarfélögum frá Hvalfirði og vestur að Hafnarfjarðará. Guðrún jafnframt ástríðufull sögu og menningararf svæðisins og líka náttúruvernd. Næst bjóðum til leiks Guðrúnu Völu Elísdóttur sem náms- og starfsráðgjafi og verkefnastjóri hjá Símenntunarmiðstöð Vesturlands. Hún jafnframt formaður Vesturlandsdeildar Rauða krossins. Frá unga aldri hefur Guðrún Vala mótað með sér mikla sérþekkingu í fjölmenningu og mannréttindabaráttu og sérhæft sig í fræðslu og ráðgjöf við innflytjendur. Þannig hefur Guðrún Vala talsverða þekkingu á menningarheimum innflytjenda á Vesturlandi. En fagráðið, sem ég minntist á áðan, þau vilt setja aukna áherslu á fjölmenningu í kaflanum menningararf, sem ég held að sé bara afskaplega jákvæð skref. Magnús Aðalsteinn Sigurðsson starfar sem minjavörður Vesturlands með aðstöðu í Stykkishólmi. Magnús hefur nokkur ára skeið haft umsjón með og kortlagt minjar á Vesturlandi fyrir hönd Minjastofnunar Íslands og þannig hefur hann öðlast yfirsýn og þekkingu á fjölbreytni menningarmenja á Vesturlandi. Og síðast en ekki síst förum við í dalina og bjóðum velkona Bjarnheiði Jóhannsdóttur. Og eins og svo margir sem starfir listum Bjarnheiður manneskja margra hlutverka. Hún leirlistamaður í Dölum og hefur byggt upp vandaða og hreint og sagt stórkostlega menningartengda ferðaþjónustu að Eiríksstöðum í Haukadal. Auk þess stendur Bjarnheiður að baki hins nýstofnaða Vínlandsseturs í Búðardal og hefur verið dugleg að standa að uppbyggingu og stefnumótum sögutengdra áfangastaða á sínu svæði. Og ég segi bara verið hjartanlega velkomin á þetta streymis pallborð. En eins og vanalega þá ætla ég að byrja því að fara hérna hringinn og spyrja ykkur svona ísspjót spurninga ef svo má orðið komast. Og ég ætla að byrja á þér, Vala mín. Nú hátt hlutfall íbúa á Vesturlandi verðeldu bergibrotnir og af mörgum þjóðernum. Telur það séu tækifæri fólkinu þeim menningarströmmum sem þessir nýju Íslendingar flytja með sér? Minn kæri Sigursteinn, hvað má ég vera langorð? Þangað til ég segi stopp. Ég takka nú þennan heiður að vera boðið til þessa pallborðs og þurfti nú ekkert að hugsa mig þó ég hef ekki svarað kannski erindinu alveg strax. Þetta er bara mjög jákvætt og mjög gaman að fá að vera með. En ég kannski, svona fyrir mér menningararfur kannski svolítið svona fljótandi hugtak. Mér finnst það geti verið bæði eitthvað áþreifanlegt og líka eitthvað óáþreifanlegt og jafnvel bara síbreytilegt. Og með það í huga, þá finnst mér það kannski vera kostur að við séum ekkert að nella niður endilega hvað menningararfur er. Þegar þá getur maður hugsað svolítið út frá bara með opnum huga og verið svolítið vísitt. En hvað varðar þessa spurningu menningarstrauma af nýjum Íslendingum? Þá vil ég nú kannski bara byrja því að segja að mér finnst því miður innflytjendurnir okkar ekkert mjög sýnilegir í samfélaginu. Bara hreint ekki. Og kannski síst sýnilegir í því sem við köllum menningarlíf. Það svona þetta opinbera menningarlíf. En
þó skulum við ekki setja alla innflytjendur undir sama hatt. Við erum náttúrulega með eins og Michelle Bird í Borgarnesi sem er náttúrulega talsvert áberandi, þannig að Og það hefur eru haft mikil áhrif á menningarlífi hérna sem væri að sagt. mikil áhrif á menningarlíf hérna, þannig að við skulum alls ekki gleyma henni að gera lítið úr hennar þáttöku. En svona yfir heildina þá sjáum við kannski heilt þessa menningarstrauma birtast í matargerð og við til dæmis, svo við gleymum því nú ekki, og það er hluti af okkar menningararfi, að þá vorum við með filippískan veitingastað hér árabil í Borgarnesi. Hér er núna pítsustaður sem er rekinn af fólki af erlendum uppruna og við förum bara til dæmis víða. Ég er kannski ekki alveg eins vel að mér út á Snæfellsnesi hvað þetta varðar, en það hefur verið á Akranesi hefur verið mikið streymi og svona það hefur verið arabískur staður, það hefur verið pólskur veitingastaður og asískur og núna er kebabstaður nýr. Og þannig að við erum alltaf verið að vera svona tilbúin að prófa eitthvað nýtt í þessu og en því miður og þá, ég veit ekki hvort ég á að segja því miður, en við endum kannski svolítið aftur bara í lambakótilettunum, en við erum allavega búin að bragða á þessu. Ég fullt með að segja en ég ætla að stoppa samt hérna og gefa boltan á. Mér finnst þetta samt mjög áhugavert sem þú segir og sérstaklega því að ég og Sólveig vorum að ræða svona aðeins menningararfur, sem sagt orðið menningararfur og það við fundum það ekki í orðabókinni til dæmis sko, þannig að maður fer svona að velta fyrir sig hvað er merkingin á bak við þetta. En já, við skulum halda fram og ég ætla að beina spurningu til þín Magnús. Í núgildandi byggðaáætlun er ákvæði að nýta menningarminjar til virðisköpunar og það er rauninni eftirfylgni eldri byggðaáætlunar þar sem var talað að þetta fari átak í skráningu á menningarminjum. Brothættar byggðir eru í forgangi í þessu verkefni þannig að það hefur ekki verið mikil áhersla þá hérna á Vesturlandi á þeim sökum. En telur þú að það séu tækifæri okkur á Vesturlandi að fara í svipað verkefni þannig að það er að segja að búa til áfangastæði eða einhverja virðisköpun hérna út frá menningarminjunum? Já, ég vil byrja að þakka fyrir að bjóða mér í þessa umræður en ég myndi verða að svara þessu bara góðu jái. Það er sko maður sér það aðalega með ferðamennina sem eru að koma hingað að það talað það að þeir kvarta einmitt svolítið það að það vantar, þeim finnst vanta meira menningararfinn. Þeir koma alltaf mikið til út á náttúrunni en finnst vanta meiri upplýsingar með fleiri staði með menningararfinn. Þeir eru alltaf aukast og ég sé það að það hefur svona, núna með landsáætluninni, man ekki aldrei hvað það heitir, landsáætlun uppbyggingu innviða hafa verið að styrkja verkefni, þau eru að styrkja verkefni hérna í Stykkishólmi, hérna út á Grunnasandsnesi, þar sem raunur byggðin óstemna í Stykkishólmi. Ég veit að það þjóðgarðurinn á Snæfellsnesi er með umsókn inni ásamt minjastofnun í sambandi við Öndverðarnes að gera meira úr menningarminjunum sem eru þar og það eru margir svona staðir sem Vesturlandi sem væri hægt að upphefja meira og það þarf líka, það er mikið þörf líka á því að dreifa fólki svolítið mikið. Fólk volið mikið að fara á sömu staðin og álagi verið mikið og þannig við þurfum að dreifa og við þurfum að nýta, persónulega finnst mér þurfum að nýta miklu betur þennan áþreifanlega menningararf sem svona aðalega þessi ég er að fylgjast með þessi áþreifanlega menningararfur og það þyrfti að skrá hann betur til þess að vita hvað við höfum í höndunum og einfinn þetta að gera áætlun, gera áherslupunkta og hvaða staði við eigum að leggja áherslu á að reyna og draga nýja staði inn. Einmitt. Já, nokkulega, það eru rauninni tækifæri þarna og það er kannski svona í þessu samhengi þá hefur við séð hvað Ólafsdalur til dæmis, nefnum sem dæmi, hvað hann varð alltaf vinsæll áfangastaður út af þeim uppgötunum, fornlega uppgötunum sem hafa verið gerað þar. Þannig að það er greinilega eitthvað sem við þurfum að kannski taka átak í bara hérna yfir allan landslutan. En Guðrún Jónsdóttir, það eru 2 Guðrúnir hérna, þannig að maður þarf að aðgreina ykkur. Nú hafa orðið gríðarlega tækniframfarir í tengslu við svokallega 4. innbyltinguna svo var notið nú það orð og nú sérstaklega á tímum COVID. En hvernig geta söfnin almennt ekki þátt í þessari þróun og telurðu að það séu tækifæri fólkin í þessu samhengi fyrir þá söfnin á Vesturlandi? Já, takk og sæl öll. Ég
glöð að fá svona skemmtilega spurningu. Hún á líka einstaklega vel við út af þessari reynslu sem við höfum verið að gangi í gegnum síðan 2020. Það vildi nú til dæmis minni Safnastofnun til Haps að við vorum komin með mjög svona vel uppfærða og nýja heimasíðu þegar þetta skall nú allt á og við vorum líka farin að nota bæði Instagram og Facebook talsvert og ég nefni það kannski sem dæmi vegna þess að ég held í raun að besta leiðin að hjarta almenningsins sé í raun í gegnum þessa samfélagsmiðla. Svo eru söfn auðvitað eins og ég hef náttúrulega í mínu starfi og námi ferðast mjög víða og skoðað mikið á söfnum í öllum mögulegum löndum og maður sér það að það bæði að ræða alveg tæknilega sýningar eins og eins ég sá slík á Írlandi. Og þar var ég stödd með safnamönnum fyrir nokkrum árum og ég man að okkur leið svolítið tómlega þegar við komum út og höfðum bara séð vídeo og ljósmyndir og ítt á takka. Það vantaði eitthvað. Það vísuðum við safnamenn en engu að síður ég held að almenningi líði eins. Svo eru sýningar þar sem að menn nota að blanda tækni, annars vegar bara rónæði og original hlut eða ekta hlut og svo hins vegar tækni með. Og síðan eru sýningar sem eru í raun alveg tæknilausar. Við erum til dæmis vísvitandi með tæknilausa grunnsýningu hjá okkur þar sem að hún hönnuð af listamanni sem hreinlega krafðist þess að þar fengi fólk frið frá erlinum og tækninni. Þetta ætti að vera öðruvísi, hún ætti að hafa þá sérstöðu af ekki tækni. Og svo höfum við þá reynslu sem að til dæmis landnámssýningin í Reykjavík gekk í gegnum, að hún var rétt komin á fót fyrir mikla peninga þar sem menn átti að íta á takka á öllum spjöldum og stöðum, en þá var komið að svæpa á góðri íslensku. Þannig að strax þá var tæknin orðin úrelt á safninu. Þannig að það mjög dýrt, getur verið mjög dýrt að tæknivæða sýningu. En ég held, og ég fann svo sterklega fyrir því núna í kófinu, af því að tengslanet safna eru lífæðira. Ef við höfum ekki tengsl við samfélagið og vinnum ekki með því og þekkjum það og það okkur, þá erum við fílabeinsturn sem ekki virkar. Og núna í kófinu í fyrra, þegar allt var lokað og öllum leið illa, við erum orðin vanari núna, en okkur leið mjög illa í fyrra. Og þá fórum við þá leið að birta á hverjum degi eina mynd úr safnastarfinu frá liðnum árum, þar sem var bara fólk úr héraðinu sem birtist. Við fundum fyrir gríðarlegu þakklæti og hlýhug fyrir þetta. Þannig að þetta var svona okkar tenging við samfélagið á þeim tíma. Ég vona að þetta gefi einhverja mynd af svona minni yfirborðsþekkingu á þessu. Já, en þetta eru svona góð skilaboð. Það rauninni söfn geta verið alls konar. Og það er kannski til margs að varast að það var að stíga svona skrefið inn í algjöra tæknibyltingu sko. En Bjarnheiður, og þið hafa nú byggt upp ansi blómlegan atvinnurekstur þar sem að þjóðmenningin er rauninni hráefnið svo má orðið komast. En hvað finnst þér að við vera að gera of lítið eða kannski of mikið að því að nýta menningararfinn í verðmætasköpun? Já, sko, ég held að við gerum aldrei of mikið að því og menningararfur eins loðið hugtaka það þá er þetta auðlind sem er ekki sko takmörkuð. Hún takmarkast ekkert af neinu nema bara okkar hugmyndaflugi. En það er svona kannski gagnlegt að einmitt að horfa vítt á þetta og við gefum út bækur og rekum söfn og setjum upp sýningar og svo framvegis og byggjum á þekktum jafnvel sko heimsbókmenntum en við megum kannski horfa svolítið á þetta sem er aðeins minna merkilegt, getum við sagt. Þið veitir, hámenning, lámenning, dægurmenning, þetta er allt saman hluti af menningararfi og ég held að við megum líka víkka alveg út formið á því að miðla menningararfinum og svona sem dæmi sko hvernig er hægt að nálgast menningararfinn á nýjan hátt sko ég satt einn dag á Sauðafelli í Miðdölum og þar var Valdís Einarsdóttir minjaverður fyrir vestan að sýna okkur gamalt fasteignamat úr Miðdölunum
Og þú veist, þetta var áhugavert út frá sko ræktunarsögu og allt mögulegt, en ég sá strax sko svona fallegt mynstur og letur sem var hægt að nota einhvern veginn, þannig að það er svo margs konar miðlun sem er hægt að nýta menningararfinn í. Og svo er líka bara gott að horfa svolítið á það hverja við erum að tala við og hverjum við viljum ná. Erum við að tala við Íslendinga, unga, gamla, erum við að tala við Ameríkana eða Kínverja. Þið veitir, Kínverjum er til dæmis alveg sami Eirík rauða. Þeim finnst rosa kúl að fá að máta hjálm og sverð og svona, jú, hann fann Ameríku, en þú veist, það er samt aukaðrið, sko. Já, og svo náttúrulega gerist það eins og í sumar að það allt í einu svona töpu við þessum erlendu gestum og fáum Íslendingi í staðinn og þá er komin kannski allt annað og mér fannst, ég ætla bara aðeins að fá að hrósa ykkur svona láta það ekki vera að þið bjuggu til svona ratleiki og svona svo brugðust við ástandinu og það var heilmikil verðmætasköpun í því að bjóða upp á svona frekari þjónustu þá sko þannig að það var svona virkilega vel að sé vikið sko. Algjörlega, sko. En það, já, einmitt. Og við kannski líka á Eiríksstöðum, sko, gengum við gegnum svona pínu krísu. Það var allavega sumum Dalamenni fannst þetta að vera krísa, sko, að Vínlandssetri varð allt í einu til og þar var svo sama sagan á Eiríksstöðum. Þannig að við í raun og veru fórum að segja meira bara frá daglegu lífi á 10. öld og þú veist, spurningarnar eins og þú veist bara hvar pissaði fólk í svona lághúsi, því alls konar bara svona praktíski hlutir sem að við urðum aðeins að grafa upp og sumt er kannski gisk og svona en miðlunni varði í raun og veru allt öðruvísi til þess að það væri gaman að fara á báðastaði og þeir sem fara á báðastaði hafa ofsalega gaman af. Og þá ertu líka komin með gestin, hann er kannski komin í hlutverkið að vera svona velta fyrir sér, hvernig verður hlutin til og allt svoleið sko, þannig að það svona aðeins ýtir undir ímyndunaraflið. En tíminn líður, það er strax alveg búnar hérna korter og við þurfum að halda áætlun. Nú þarf ég að vera svona strangi gæinn sko, en ég ætla nú að kasta hérna upp á skjáinn fyrstu neybytuna við. Ég ætla að ekki að setja, og staðan að síðu setja mig. Ég ætla að hafa þetta svona, allt rosalega heimilislegt þetta hjá okkur. Og höfum þetta svona. Talandi að vera heimilislegur svona hérna á 50. En það er fyrstu markmið menningarstefnu undir kaflanum menningararfur. En markmiðin hljómar svona að menningararfur Vesturlands verði áberandi þáttur í markaðssetningu svæðisins og aðgerðin sem fylgir þessu markmiðum, hún hljómar svona eins en það er rauninni bara að auka þátt menningararfs í markaðssetningu. En er þetta ekki rauninni bara svona eilíða verkefni? Sigurður, hvernig ætlar er orðið laust bara? Orðið er laust, hver vil grípa þetta orð? Sko, ég skal alveg grípa þetta, en ég er ennþá svolítið föst í þessari bara, hún kallar þetta dægurmenningu og Bjarnheiður, en svona þessa hversdagsmenning. Og ég er ennþá kannski svolítið, mér langar ennþá svolítið að ræða þetta með áhrif innflytjendunar okkar. Nákvæmlega. Af því að ef ég má aðeins koma við að, sko, það er mjög eitt sem að, og þetta er ég vil halda því fram að til dæmis sjálfbærni og endurnýting á ýmsu dóti og hlutum eins og nytjamarkaðirnir og svona second hand, þetta sé að einhverju leyti menning sem er tilkomin fyrir tilstilli innflytjenda og þetta er það því miður staðurinn burt sér frá menntun og uppruna fólks að þá ferða í lægra launustörf heldur en heimamenn og fólk hefur þá ekki svigrúm til þess að vera að kaupa sér dýran húsbúnað eða nýja vöru enda þegar fólk er að stofna heimil og nýjum stað og þá vantar svona eitt og annað smálegt og ég held sko, þau hugsa bara tilbaka og þið eins og Guðrún sem búin að búa í Borgarnes allir ár eins og ég þetta var ekkert, skiljið og ég held, og minna svo gerist þetta hérna út í eigu hjá okkur og það þarf að loka, það er strax fundið nýtt húsnæði til þess að geta haldið þessu áfram og þetta, þú veist, þetta er bara
ákveðin svona hversdagsmenning sem að ég tel vera mikilvæg og við eigum líka markaðssetja, við eigum líka að vera sjálfbær og ég held að þetta hafi nefnilega haft gríðarlega áhrif á kauphegðun okkar. Ég held að við séum sjálf farin að hugsa meira hvar við kaupum hlutina og og er þetta ekki eitthvað sem að má líka markaðssetja, þessi sjálfbærni og þessi endurnýting eða hvað? Það getur verið, en náttúrulega það þegar við erum að ferðast erlendis og svona, þá erum við oft sem við sjáum og við sækjumst eftir að fara á markaðina og ég tek alveg undir þetta, það hefur svona breyst svona kúltúrinn, ef ég sletti, en Guðrún Jónsdóttir, þú varst bara að biðja Já, ég tek undir þetta og þarna erum við líka komin út í skilgreiningu og hugtakinu menning. Ég hef alltaf sagt, íþróttir eru svo sannarlega menning. Ef að íþróttir eru ekki menning, þá veit ég ekki hvað það er. Þannig að þetta sem þú ert að tala um tímalaust menningarkimi og mér langar að segja í sambandi við þessa setningu menningararfur Vesturlands kannski sem innlegg í umræðuna að við höfum í huga það sem að Bjarnheiður var að segja að þessi stjórnsýslulega afmörkun og viljum við afmarka okkur við Vesturland og gerum það á vissan hátt því að við þurfum að hafa okkar samtök sveitarfélaga og gefa út okkar menningarstefnu og annað slíkt. En ef við munum samt að þegar ferðamaðurinn ætlar á Vesturlandi þá ætlar hann í Dalina á Snæfellsnesið, á Akranes eða í Borgarfjörð. Hann ætlar ekki á Vesturland af því að hann veit ekki alveg hvað það byrjar og endar. En þannig að, og þegar við tölum menningararf, af því að ég svo gott hjá þér, Guðrún Vala, þess að tala með menningararfin, við erum öll hluti af honum, líka þau sem eru búin að vera í viku á Akranesi eða í Dölunum. Við erum hluti af menningararfinum af því hann er ekki tímasettur. Menningararfur er bara eitthvað sem tilheyrir einhverju svæði á ákveðnum tíma. Ég lít þannig á. Við höfum verið til dæmis svo lánsöm að nokkrir nýliðar hér í héraðinu sem eru myndlistamenn hafa sýnt hjá okkur, meðal annars nefnt Michelle Bird sem sagði að hér hefði verið tekið á móti henni þegar hún kemur í héraðið. Og ég man einmitt sérstaklega eftir frábæri listakoninni Jósefínu Morell sem kom og sýndi hjá okkur sem einmitt kenndi og miðlaði þessari endurnýtingu. Og ég vil líka minna á bara það sem að Snæfellsnesi er að gera í umhverfismálum sem er til algjörar fyrirmyndar og maður bara dáist að og langar til þess að hampa sem allra mest. Þetta er vissulega hluti af arfinum, ekki bara sögurnar okkar. En ég myndi vilja halda það að við ættum að segja að við erum Vesturland en markaðssetningin er Dalir, Akranes, Snæfellsnes, Borgarfjörður. Já, athyglisvert. Ég ætla aðeins að vitna hérna í að það kom hérna skilaboð á spjallin hjá okkur sem að hún Birna Lárusdóttir segir og hún segir heyr, það væri frábært tækifæri í frekari skráningu og menningarminni í landshlutunum og rannsókna í framhaldinu samanber Ólafsdal. Og það sem langar bara að spyrja þig Magnús hérna að því að þarna núna erum við að tala um markaðssetningu. Hérna er tímabært og að vera markaðssetja fornleifarannsóknir? Og er það bara hægt? Já, þú spurði hvað maður meina með markaðssetja fornleifarannsóknir en það er bara sýnt sig inn í tíðina að fornleifarannsóknir vekja rosalega miklu eftirtekt og almenningur hefur rosalega áhuga á fornleifarannsóknum og maður sér þegar þær hafa verið haldnar og sérstaklega stærri rannsóknir hvað það er stór straumur af fólki sem kemur og til þess að skoða og maður sér eins í Ólafsdal þessi rannsókn þar hún kom bara svo skemmtilega óvart, hún var bara viðbót við það sem hefur verið sem að minjavernd er að gera í Ólafsdal með byggja upp skólahúsin og þannig þetta kemur alveg þarna viðbót, vikingar alltaf minjar og það má alveg gera út á þannig sína rannsóknir einmitt út frá þessu að þetta er hálfgert leiksvið, má segja, rannsóknin er þannig leiksvið og maður sér á sumum stöðum að það hefur bara verið settir ákveðnir einstaklingar í það bara vera kynningafulltrúar á að það hefur verið það mikill straumur af fólki og settur upp skilti og annað upplýsingaskilti og annað fyrir almenning svo þau geti séð hvað hefur verið að gera og bara því miður segir persónulega þá er of lítið rannsóknir. Það er lítið vísindarannsóknir að segja. Helstu rannsóknir eru hérna út á einhverju framkvæmdu, vegagerðin eða rarik eða eitthvað þannig skilur sem er kannski ekki beint. Það er sem miður alltaf lítið skemmtilegar rannsóknir sem koma óvart eins og Ólafsdal og
og alltaf sem er líka inn í dölum með þarna Sturlusetur og annað sem hugmyndir þar, maður veit ekki hvað verður, en ég held að þetta vekur miklu eftirtekt og þetta sé alveg tvímælist að leggja áherslu á að þarna, og ekki bara rannsókn, það má líka verið uppgerð, sko, maður sér húsauppgerð og annað, maður sér þetta gamla handverk og annað, það er eitt sem við þurfum líka að leggja áherslu á og vinna svona, verið að vinna svolítið með það sem við kallar fornverkaskólan, þessi gömlu vinnubröð, mörg þeirra þetta sko upp fyrir, það sé bara eins og bátasmíðina, það búið að gera leggja sko mikla áherslu á, eða það búið að leggja svolítið vinnu í að viðhalda torf og grjótleðslum og það virðist vera komin í sæmilega farvega en það er margt annað líka sem þarf að endurvekja sem vekur eftirtekt og ég maður bara þessi, þegar maður kom til Bergen í Noregi að sjá þau voru að gera upp húsin þar í Bruggen, það var bara risastór gluggi sem búið að setja framleið, þannig að maður horfði á alla smiðin og alla inn í, sko, á neðstu hæðinni þar sem voru að gera upp, sko, það var bara fjarlæði veggunum með framkvæmdi fóru fram sem fólk geti fylgst með, sko. Finnst þetta alveg snilldar hugmynd, sko. Þetta er mjög spennandi og kannski þetta þú veist bara svona hugmynd að það sé, að því að maður hefur heyrt að fornleifarannsóknir eru oft mjög undir fjármagnar og það er kannski bara tækifæri til þess að fjárfesta í fornleifarannsóknum. En já, og ef það er hugsað þannig að þannig er einhver staður sem vilt vekja eftirtekt af þannig, þá er þetta alltaf eitt verkfæri sem hægt er að nota bara að fara að stað með rannsókn á þar, sko. Einmitt. Já, mikið rétt, en við þurfum að halda áætlun, málið er nefnilega það sko að þessi kafli, hann er svona veigamestur af köflunum sem er í menningarstefnunni, þannig að við þurfum að halda áætlun. Næsta markmið er að góð aðstaða sé til menningarstarfs á Vesturlandi og metnaðarfullt safnastarf og aðgerðin sem að fylgir þessu að það er stuðningur við metnaðarfullt safnastarf. Og Guðrún Jóns, þetta kemur svona dálítið svona snerti svona beint á þínu starfi því að þú ert náttúrulega að reka þú ert fulltrúi safnafólksins þessu pallborði. Ég býst því að þú sett sammála þessari fullyrðingu eða þessu markmiðum. Já, ég verð að segja það. Ég hef komið með svona 14 ára starfsreynslu hér og ég finn svo sterkt fyrir því að fólki er ekki sama. Fólki sem býr hér, hefur búið hér, er löngu farið jafnvel og átti heima hér fyrir einhverjum kynslóðin síðan ef svo má kalla. Eða er nýkomið hérna því er ekki sama hvernig er á málum haldið í safnamálum. Já. Þar að auki eru lagalegar skyldur sem söfnin verða að uppfylla og þetta snýst ekki bara að taka við gripum, skjölum og öðru slíku og geyma, heldur líka jafn mikilvægt að miðla, láta vita, segja frá. Og ég held að íbúar séu afar þakklátir fyrir ef að þessi mál er í lagi. Já. Guðrún Vala, þarna dettur mér í hug, er þarna kannski tækifæri til þess að innflytjendurnir á Vesturlandi geti komið svona með sína þjóðmenningu þegar þau eru kannski búin að vera hérna? Eru tækifæri til þess? Já, hvað áttu þá við með einhverja gripi eða? Með gripi, sýningar, myndlistasýningar, ljósmyndasýningar inn í söfnin? Algjörlega og það er náttúrulega bara því miður þá er fullt af mannuði allt í kringum okkur sem eru, ljósmyndarar og listamenn sem rauninni bara fá ekki tækifæri því þeir eru bara verkamenn og vinna myrkran á milli eins og maður segir. Þannig að það er fullt af fólki sem hefur býr yfir bæði hæfileikum og menntun og reynslu og þarf kannski bara að fá þennan stuðning og tækifæri til þess að koma sér á framfæri. Já, og kannski bara leiðbenningarnar, þú veist að vera í öðru landi og þú veist að það er nóg að læra kerfið, hvað þá að læra að komast inn í listaframfæri. Já, það er alveg rétt, það þarf stuðningu og það þyrfti rauninni að geta þá útvarta hvernig í hverju sá stuðningu fælist, hvort það væri í styrkjaformi og það þyrfti þá að vera ráðgjöf þar að lútandi og eftirfylgni að ég tel. Já. Og við vitum það bæði að við höfum séð mikla sköpun sem hefur komið með þessum hóp. En Bjarnheiður, að því að það eru nú ekki bara áþreifanlegir hlutir, það eru líka sögur sem koma með innflytjendunum. Heldur þú að í framtíðinni verði þessar sögur eitthvað sem hægt er að byggja á? Og er þetta kannski ekki rauninni það sama og innflytjendasögurnar fyrir 1000 árum? Örugglega og það er í raun og veru margt í þessari samtíma menningu sem að
sem að verður að arfi fljótlega sko. Mér langar svolítið að segja, tala kannski bara aðeins okkar svona sýn eða mína sýn á til dæmis Dalina og aðstöðu til safnastarfs hér. Við erum nýbúin að pakka niður byggðasafninn okkar og við erum með mjög metnaðarfullt myndlistasafn í geymslu líka og maður þarf kannski svona, þú veist, ég kannski auglýsi bara eftir einhverjum eldhuga til þess að fá einhverja brilljant hugmynd það hvernig hægt að koma að þessu miðla þessu, af því að miðlunin ótrúlega mikilvæg og reyndar langar mér líka kannski að nefna varðandi miðlunina sko að stundum þurfum við ekki, sko, stundum duga bara landslag og þið veitir, bara sögugöngur, bara rölt hérna upp að réttin inn í Haukadalnum og sagða sögur. Það getur verið alveg nóg aðstæða ef að sagan er minjarnar. Þannig og við þurfum kannski líka að horfa kannski pínulítið víðar heldur en stofnanir, söfn og svo framvegis vegna þess að við eigum fullt af sko einstaklingum sem að búa yfir alls konar þekkingu og skipti máli að varðveita. Algjörlega. Það er kannski aðeins að bæta við þetta Sigursteinn. Guðrún Vala var búin að biðja orðið þannig eins og ég haldi fundarstjórn. Takk fyrir þetta Sigursteinn. Já, mér datt kannski bara, fekk flug í höfuð þegar þú voru að tala þessa samtímamenningu, það sem að verður af menningararfi. Það einmitt það sem svo merkilegt og gaman að ég var að tala að það væri kannski ekki svo alveg sýnilegt hvernig áhrif innflytjendur hefðu, en þegar maður verður varfið til dæmis að börnin og leikskólanum eru farin að syngja eitthvað lag eða leika eitthvað leik sem að kannski hreinlega komið frá börnum frá öðrum löndum eða starfsmanni og þegar kannski kúskús sko á boðstólum með mötuneyti í skólanum alveg svo grjónagrauturinn, skiljið, það þessi samtíma menning og þetta svona seitlar saman, það svo fallegt og gaman, en varandi, svo langar mig líka að segja með svona samtímasögur, þetta væri náttúrulega líka frábært ef einhver tækja sér til dæmis bara skrá skemmtilega sögur sem að fólk af erlendum uppruna hefur að segja. Já, algjörlega, það mjög spennandi. Guðrún Jónsdóttir. Já, ég ætlaði bara að segja svo skemmtilegt að fyrir nokkrum árum þá var talað ég við einstakling sem að rekur stóra gistiaðstöðu hér í héraðinu og hann sagði ef að það ekki byggðarsafn hérna, þá ég mjög óhress með það sem ferðaþjónustaðili. Að söfnin náttúrulega stór hluti af því með sitt sanngildi að vera afþreyingaraðili á svæðinu og ég hef einmitt mikið hugsað vestur í Dali á síðastliðnum mánuðum og síðastliðnu ári síðan þetta fór í gang, þetta verkefni, maður svo hræddur þegar búið að pakka niður byggðasafni. Ég sé fyrir mér fallegu baðstofuna sem ég sá síðast þegar ég kom þar við og tala nú ekki svo alla þekkinguna sem þarna fyrir hendi og þyrfti svo mikið að miðla. Þannig að það mjög sárt þegar við lendum í svona. Við höfum gert það á nokkrum stöðum í landinu og það mjög erfitt að ná hlutunum upp úr kössunum aftur. Þannig að ég virkilega óska Dalamönnum allsins besta í því máli. En ég held metnaður í safnastarfi bara mjög mikilvægur og ef við lítum ekki bara þessa menningarstefnu Vesturlands, heldur líka safnastefnu Þjóðminjasafnsins sem var gefin úr 2017. Það sérstaklega að tala þetta með sanngildið. Það að segja þessi tómleiki sem ég var að tala áðan þegar þú ferðum á safn sem bara svona digital eða tæknilegt, felur ekki í sér neina original gripi, en þegar maður kom vestur í Sælingsdal og sá alla original hlutina, alla upprunalegu hlutina og gat snerta og verið nálægt þeim, það allt önnur tilfinning og það gerist bara ef að það metnaður í gangi bæði þetta að þetta sé ekta og svo miðluninni. Já, einmitt. Það einmitt svona dálítið margt til í því, en mér langar til að aðeins að vinda svona athyglinni að því sem að gerast á kommentakerfinu. Það alveg brjálega að gera og mér finnst þetta alltaf gott sem að hún Anna Melsteð frá Stykkishólmi segir að menningararfur stundum verið skilgreindur þannig að það eitthvað sem tengir nútíð og fortíð. Og það náttúrulega bara nákvæmlega það sem að gerir. Við erum að læra af fortíðinni og svo það sem að hann Rögnvaldur Guðmundsson í Ólafsdal segir sem svona mjög athyglisvert við umræðuna fornleifa uppgröftin að helmingur gesta í Ólafsdali fyrir sumar komi á meðan sumaropnun Ólafsdals félagsins var
gengum minjasvæðið sem eru 2,5 km fram og tilbaka og margir komu gagnkert til að skoða minjarnar og svo voru margir svangir þegar komu heim og keyptu sér vöfflu og þjónustu hjá Ólafsdalsfélaginu, þannig að það er svona margt sem við getum svona, það er greinilega margir óplæður á akurinn, svo ég reynir að vera skáldlegur hérna, en ég ætla að halda áfram og þá er komið að næstu markmiðum og það eru merkingar við þjóðleiðir og alla helstu staði á Vesturlandi sem hafa sögulegt gildi og þessu markmiðum fylgja 3 aðgerðir og þær eru að merking staða og mannvirkja með sögulegt gildi verði framkvæmt og merking þjóðleiða á Vesturlandi og kynnar þjóðleiðir og staðir með menningarlegt og sögulegt gildi á Vesturlandi. Og Magnús, ef ég spyr þig, sko, eru tækifæri fólkinu því að merkja þessa leiðir? Eru það kannski að komast í endurnýju nýfdaga með öllum gönguhópunum og fjallahjólunum og svo framvegis? Ég held það alveg tvímælalaust. Maður sér alltaf kannski, að þessi mest gert alltaf í þjóðgarðinum. Það búið að merka mikið á göngulegum þar og fólk kemur hans að ganga, en ég sé hérna bara í kringum mig, hérna í Helgafsveitin og annað. Maður sér hjólafólki, það finnst manni svona nýtt svolítið að sjá hópa fólki koma með hjól og eru hjóla og gömlu leiðunum og þannig og maður sér að það er alveg mikill áhugi einmitt á þessu gömlu leiðum og það eru svona einstaklingar eins og hann Reynir Ingi Björns og svona sem hefur verið að gefa út göngukort og kannski aðalega sínu heimasvæði og þannig og þetta er mjög vinsælt og ég held alveg tvímælalaust mætti gera meira að þessu. Ég held að sé einmitt stefna hjá svæðisgarðinu hérna á Snæfellsnesi einmitt að fara að merkja meiri þjóðleiðir og gönguleiðir hérna þeirra svæði. Og Guðrún Jóns, þú ert búin að biðja orðið? Mér langaði þessu sambandi sem að Magnús er að tala um núna að tengja við það sem að ég held að Bjarnheiður hafi verið að tala um með einstaklingana eða hvort það var Guðrún Vala að nefna framtækið á Húsafelli sem dæmi. Það er búið að merkja gríðarlega mikið og setja á kort, gönguleiðir og annað og þetta er tvímælalaust einn af stóru kostum svæðisins bæði til fastrar búsetu eins og núna er og svo sumarbúsetu og þá er í raun sveitarfélögin farin að sjá þetta í beinum tekjum. Þetta spilar allt saman eins og við erum að segja. Já, þannig að það er í rauninni, þetta er kannski bara fjárfesting ef eitthvað er, en svo náttúrulega það líka að hugsa það að ágangurinn sé í takt við bara þolmörk og að minjarnar sé í lagi svo vörðurnar og svona það. Ég persónulega stundum kalla vörðurnar okkar hérna íslensku skosku kastala, þannig að við svona finnum það svona að við að vangi. En en það er alveg greinlegt að það er svona tækifæri í þessu fólki. En við ætlum kannski að dvelja stutt við þessa ég ætla bara að vinda mér áfram að því að við erum að keppa í tíman og fara yfir í næstu markmið menningarstefnunnar og það er að menningar landslagssvæðisins verði kortlagt og kynnt og það eru nokkrar aðgerðir sem fylgja þessu og það er efling átthagafræðslu í öllum leik- og grunnskólum á Vesturlandi, þróun kennsluefnis í átthagafræðslu til kennslu fyrir alla aldurshópa og svo er það menningararfur, efla kynning og menntun í aðferðum við matagerð, handverk og öðru sem tengist menningararfinum sem getur nýst til dæmis í safnastarfi og menningartengdri ferðaþjónustu. Farið verði átak í viðtölum og skráningu sagna frá eldri íbúum á Vesturlandi og þá erum við nú jafnvel að minnast á þessu tölum áðan að taka viðtal við nýja íbúa á Vesturlandi og kynning á verkefnum listamanna á Vesturlandi. Og Bjarnheiður, þar sem að þú ert líka í myndlistinni og keramikinu af því að það kom komment frá Loga Bjarnasyni að fyrir honum er menningararfur það sem við búum til í nútímanum og það sem verður okkar arfleið. Er sannleiksgildi þessu með kynning og verkefni listamanna á Vesturlandi? Eigum við líka að hugsa það sem er að gerast í dag? Sem hluta af arfinum? Já. Já, kannski, eða minnst þú veist það sem gerðist í gær. Maður þarf ekki að fara neitt rosalega langt aftur að bak. Bara, þú veist, það sem gerist fyrir 5 árum. Maður halda upp á það einhvern veginn þannig að það sé til og við getum miðlað því. Já. Já. Já, ég meina, einhvers stað byrjar þetta að verða arfur. Það hlýtur að vera á morgun, sko. Já, nákvæmlega. Hvað er nýtt? Það er svo rosalega svona teygjalegt hugtak, sko.
Þannig að það hérna er... Það var kannski nefni þessu sambandi að Þjóðminjasafnið er með ljósmyndara á fullu að taka myndir á COVID-tímum, þannig að það er samtímasöfnun víða þar og líka hjá fleirum. Við höfum verið með svona samtímasöfnunarverkefni í ljósmyndun 2016 og ég held að þetta er svo sannarlega rétt að núið er líka að verða arfur bara eftir augnablik. Já, algjörlega, og það er hérna, eins og ég nefndi nú þig hérna Guðrún Vala þegar ég var að leysa hérna upp aðgerðirnar og það er hérna átaka viðtölum og skráningar sagna frá eldri íbúum Vesturlands. Getum við ekki víkkað þetta út með það sem við erum búin að tala hérna í kvöld? Jú, ég er sko algjörlega sammálaður. Við getum víkkað þetta út vegna þess að það var margir frá ýmsu að segja. En ég hafi nú eiginlega, ég bað nú ekki orðið en, mér langast að efla kennslu í matargerð. Já, það kemur þetta nú. Eða efla kynningu og menntun aðferðum með matar. Já, slátur og súrmeti 12. Hvað erum við að tala um? Já, allt í lagi. Já. Þannig að það er svona... Ég var líka að velta þessu fyrir mér einmitt með þessar setningar. Það er hljótast nú allar að vestlenskri matargerð og er það ekki? Því að varla förum við að útbúa kennsluefni matargerð fyrir alla aldurshópa á landsvísu. Það hlýtur að vera í einhvers annars höndum en við erum kannski að tala um eitthvað sérhæft. Hákarl? Já, hákarl. Já, eitthvað sem er svona dálítið einkenni fyrir okkur og það er nú við þröskuldinn á Stykkishólmi, þá í Bjarnarhöfn sem er besta hákarl á landinu. Ég er ekki frá því það væri gott að fara vel yfir þessar setningar. Það eru svona kannski svona í anda umræðunana aðeins og maður getur líka spurt sig, þetta var gert 2016-17 er það ekki þessi stefna og þá horfum maður svolítið tilbaka og hugsa hvað er raunhæft að sé í stefnu, hvað hefur til dæmis gerst af þessu. En ég bendi á þó svo að manni finnist alltaf sveitarfélögin að þau geri aldrei nóg. Sveitarfélögin til dæmis sem að við störfum fyrir, sem eru þessi þrjú, Hvalfjarðarsveit, Skorradalur og Borgarbyggð, þó við séum í eigu Borgarbyggðar, Safnahús Borgarfjarðar, en þau eru til dæmis bara með því að hafa sal til sýningahald sem eru skammtímasýningar í, gert alveg gríðarlega mikið, einmitt sem kynning á verkefnum listamanna á Vesturlandi og margt fleira og til dæmis stóð Borgarbyggð fyrir skrifum á sögu Borgarness fyrir nokkrum árum og þá var safnað gríðarlega miklu magni af sögnum frá eldri íbúum sem þeir eru farnir í dag. Þetta var gríðarlega mikilvægt. Þannig að þó manni finnist aldrei nóg gert að þá eru sveitarfélögin samt að og það er ofboðslega mikilvægt að svona sé inn í stefnunni með einhverjum hætti. Já, algjörlega og ég tek undir það og svo líka ekki bara það sem einstaklingar eru að gera. Það er margt hérna og það eru greinilega mörg verkefni hérna í gangi og það er verið að benda, það rignir hérna inn á kommentarkerfi hjá okkur, alls konar ábendingar hvar hægt er að fara. Það er til dæmis bent á það sem er að gerast í Staðarhóli í Dölum sem er líka mjög spennandi, þar eru að fara af stað rannsóknir. Og Anna Melster bendir hérna á levandihefðir.is sem er svona mjög áhugavert til þess að við getum skoðað. En við þurfum að halda áfram og næst ætla ég að ræða markmiðin að áhersla á verndun gamalla húsa og annarra mannvirkja sem hafa menningarlegt gildi og aðgerðin sem þarna fylgir er það að svo ég lesið og orðrétt merking gamalla húsa með sögulegu ívafi á Vesturlandi og Magnús merking gamalla húsa, hvenær verður hús gamalt og hvenær verður það merkilegt? Hvernig getum við, er eitthvað hægt að skilgreina þetta? Þetta er svona eins og spyrja hvað er list? Nei, það er náttúrulega bara til þjóðminjalög eða lög um menningarminjar og það er náttúrulega bara 100 ára reglan, þau er náttúrulega orðin friðuð eftir 100 ár en þau geta alltaf verið merkileg fyrir því og maður sé líka það er bara saga íslenskra arkitekt og annað. Það sem ég finnst kannski með þetta sem ég finnst að mætti leggja áherslu á er að það vantar svolítið upp á skráningu og merkingu húsa í dreifbýli. Áherslun hefur verið svolítið mikið á þéttbýlisstaðina og maður sé náttúrulega staðins eins og Stykkishólm og Ísafjörð og Akureyri og Siglufjörð þessi þekktu fyrir sína gamlu hús en mér finnst það svolítið gleymast dreifbýlið
það þó nokkuð og mikið merkilegar húsaminjar þar sem þyrfti að skráa merkja og viðhalda. Og það finnst mætti leggja meiri áherslu á. Það vekja eftir einmitt. En nú hefur þú veist að því að þú ert nú með svona fallega mynd af Stykkishólmi í bakgrunn að gömlu húsin hafa í rauninni eru svona einkenni bæjarins, ekki satt? Jú, og ég held að það hafi drægir fólk mikið hingað og hafi mikið að gera að Stykkishólmur er þetta vinsæll staður í dag að hérna húsnæðisekla og hérna mikið sumarhús, fólk er mikið búið að kaupa hérna sumarhús og það má segja að það eru 2 verðflokkar á húsum hérna, það er sérstaklega eldur hús á góðum stað og síðan þessi venjuleg verðflokkur sem fólk er leiti og það var sama allir maður segja allir með Siglufjörð og Ísafjörð og hvað maður talar ekki greið Seyðisfjörð einmitt. Sendu þeim hlýja strauma. Bjarnheiður, þú ert búin að biðja orðið. Já, mér langar nú kannski bara þarna aðeins að minna okkur á að við þurfum að opna svolítið opna aðeins meira augun því að hús eru eitt og önnur mannverki kannski gleyma svolítið, ég meina brýr, hafnir og svo framvegis þetta er allar trissur og þetta er svolítið munaðalaust. Það er nefnilega venjulega kaupir fólk ekki brýr eða hafnir þannig að það gerir það ekki upp á sínum eigin áhuga en þú veist ég horfi nú mjög oft bara brúna fyrir utan heim hjá mér ég er mikið að velta því fyrir mér hvort ég eigi að fara að mála hana til dæmis eða bara þið veitir bara gera eitthvað með önnur mannvirki heldur en hús það er bara alveg þess virði líka að passa upp á þau af því þau eru hluti af bara okkar svona menningar landslagi og þar er ekki síður arkitektúr saga til dæmis. Já, algjörlega og það kemur hérna kemur líka þú veist hann Þorgrímur á Erpsstöðum, hann kemur með ágætis ábendingu og staðurinn eins og fiskileikur bæjarhóllinn með þeirri húsaskipan er algjörlega til að varðveita og þetta byggingarform frá sínum tíma og er vel gert. Við þekkjum ég held að við höfum öll hugsað, sem eru svona menningarlega sinni, við höfum öll hugsað þetta hús við keyrum framhjá. Það er við sem þurfum að fara á leiðin til Reykjavíkur nema náttúrulega Skagamenn. Og svo kemur Jónína Erna með mjög góðan punkt að hún minnir á baráttuna sem var í Borgarnesi á sínum tíma þegar það átti að rífa gömlu brúna yfir í Brákarey. Og ég held að við getum öll verið mjög þakklátt fyrir þeirri baráttu sem fór fram þegar að því mannvirki var bjargað. En jæja. Áframliðu tíminn og við þurfum að bytta við Guðrún, hún er búin að biðja orðið. Guðrún Jóns. Örstutt bara, mér langar í þessu sambandi að segja eins og þegar við erum að ræða Gullfoss og þegar menn horfðu á hann og sá bara rafmagn og orku. Núna sjáum við fegurð og þá dettur mér í hug þegar verktaki horfir á gamalt hús, þá sér hann lóð. En við sjáum gamalt hús sem væri gaman að varðveita og þyrfti að vera og svo líka langar mig að minna á að eins og ég veit að Pétur Ármannsson hefur sagt að þessi hús í gamla daga voru svo miklu minni en íbúðarhús og hús eru í dag. Og ef maður tekur litlar einingar úr bæ og setur stórar í staðinn þó það gerist hægt og rólega af því að verktakar sjá lóðir að þá hverfur þetta yfirbragð. Þetta breytir yfirbragði bæjarsamfélaga. Jafnvel þó húsin séu ekki endilega orðin 100 ára. Já, og kannski verða þannig þá kannski hluti af svona sögunni, en þetta er þetta er mjög góður og þvarfi punktur í umræðina. En ég ætla nú að fá að binda mínu kvæði, eða okkar kvæði í kross og ég ætla að við nú ætlum að fara í svona könnunarhlutan í þessu pallborði og talandi að nota tæknina þá ætlum ég að biðja alla að taka upp farsímana sína og við ætlum að spella okkur á Mentimeter. Og þið sjáu sem er efst á síðunni er vefslóðin menti.com og þar fyrir aftan kemur kódinn 5447 2721 og hún Solveig er að setja í spjallið þinna fyrir þá sem ekki sjá
að þá ætlum við að fara hérna í svona smá skoðanakönnun og tjekka. Og fyrsta spurningin hver menningararfur Vesturlands? Og þar getið þið bara skrifað allt milli himins og herðar, en náttúrulega viljum við fá okkar sem að tengist náttúrulega umræðefni kvöldsins vitanlega. Og allir geta takið þátt og ég hvet pallborðið til að gera það líka. Og við gefum þessu svona nokkra sekúndur. Já, við svona sjá hvað að tínast hérna inn á skjáinn. Já, það kemur hérna fyrst upp samtímalist, það athyglisvert. Atvinnuhættir. Sagnaarfur. Og það kemur hérna að koma inn torfbæir. Sagan og sjósor kemur hérna inn. Þetta að tína svona hérna inn, það svona, við gefum þessu svona nokkrar sekúndur. Ættfræði, það mjög athyglisvert, það nú eitthvað sem að hérna og mjög, vissulega mjög íslenskt. Laxveiði kemur hérna. Lífið í eyjunum, það náttúrulega mjög einkennandi fyrir Vesturland, myndum við að segja. Æðarvarp og hlunnindanýti, það tengt hérna lífið í eyjunum. Góður matur og eyjalíf. Gömul hús, það nú kannski eitthvað sem við getum svona hlúð að. Og Breiðafjörður sem matarkista. Eyjalífið að skora mjög hátt hérna. Og samtímalistinn að sækja hérna í þessi veðri og laxveiðin og eyjalífið hérna alveg að hérna laxveiðin náttúrulega svona hluti af svona sögunni allavega hérna í Borgarfirði. Bærinn hann byggðist nú á laxveiðinni. Fornsögurnar, það svona hérna eitthvað sem svona náttúrulega við erum á Vesturlandi sem sögulandi Vesturland. Við gefum þessu svona 10 sekúndur viðbót, við erum að fá hérna inn alveg fullt af af góðum hugmyndum. Eða svona allavega hvað fólki dettur í hug þegar heyrir menningararfinn og kannski ekkert að kalla hugmyndir ásakið. En hérna kemur listasöfnin í geymslum, þjóðleiðir, ylrækt, sjósókn. Það verið að tala hérna rímur og það verið að svona, manni finnst það eins og áhorfendur okkar að svona að hérna menningararfurinn einhvern veginn fornöld eða fornsögurnar og alveg fram í samtímasögurnar, greinilega mjög við þetta. En já, við skulum þá vinda okkur þá bara yfir í næstu spurningu og þá ætlum við svona aðeins að fara í það að kryfja orðið sjálft. Hvernig túlkar þú hugtækið menningararfur? Og við gefum þessu nokkar sekúndur. Vísar jafnt til fortíðar og nútíðar og þetta kannski jafnvel það sem hún Anna Melsteð benti hérna áðan að menningararfurinn eitthvað sem tengir fortíð og framtíð eða fortíð og nútíð. Vísar alveg fortíðar hérna. Þetta alveg rosalega spennandi að fylgjast með þessu. Þetta bara svona eins og kosninganótt, maður fer bara alveg svona kemst í fílingin sko. Já, það að koma hérna inn. Við erum að sjá hérna á skjánum hjá okkur. Það margir að taka þátt, þannig að það að finna fleiri svör á leiðinni. Og við gefum þessu svona, já, hvað ég að segja, Sólveig 20 sekúndur í viðbót, það ekki. Já. Já, og það það að það fleiri sem finnst þetta vísa jafnt til fortíðar og nútíðar, þannig að það athyglisverðar niðurstöður. En ef við vindum okkur svo í næstu spurningu, hvar liggja tækifærin þegar kemur að miðlun menningararfs? Og ég ætla að biðja allum að taka upp símtækið og segja hvað þið finnst þarna. Allir í símanum. Þetta náttúrulega líka svona partur af svona dálítið samtíma menningunni sko, að vera allir svona með hausinn og í símtækjunum. Já, býtum við. Minna kjafteganginn hérna kemur og meira niðurstöðuna sem eru farnar að koma hérna fram á skjáinn. Tölvuleikir, mjög athyglisvert. Í sanngildinu vera ekta, þetta góður punktur. Ný tækni,
og það kannski náttúrulega nýta sér bara tæknin eins og við erum nú vissulega að gera hérna í kvöld. Fornleifar, bæði víkingaöld og yngri, búa til áfangastæði og afþreyingu tengda stöðum og upplifun. Sagnamennska, rafrænt og umhverfis sanngildi, þá kemur hérna aftur sanngildið, listasafn Vesturlands, kvikmynda þjóðsögur. Kvikmynda þjóðsögur, já. Það áhugavert og í endurmenntun á frétta og samfélagsmiðlum. Sveitamenningin og að segja sögur. Það nú eitthvað sem við á Vesturlandi erum góði að gera, það að segja sögurnar. Töluleikirnir koma hérna aftur og sagan verður svo spennandi þegar fortíð dregin saman við nútíðina. Fleiri smásýningar, einyrkja, verkefni samanber sögusmiðjun á Grundarfirði og það mjög góði punktur. Það alveg stórkostlegir hlutir að gerast í sögumistunni þar og við hlökkum til að sjá hvernig það kemur út. Ljósmynd, sauðkindin, vera sannur, það mikið talað hérna sannleiksgildið, upplifunarferðamennska, geta sótt fróðleik með GPS á stöðum og inni á söfnum. Samnýting mannauðs og þekkingar og tækni og pröfa alls konar útfærslur á þáttöku og aðgengi. Þetta áhugavert. Sýna þjóðdansa, duglega endurnýja sýningar, lifandi söfn, jólasveinarnir vissulega og leikræn miðlun. Það er greinlega að þeir sem eru hérna að horfa hjá okkur í kvöld og það svona margar hugmyndir sem eru hérna á sveimi, þannig að það alveg stórkostlegt að sjá hvað allir eru frjóir. Við skulum gefa svona 15 sekúndur í viðbót, þannig að þeir sem eru að hlusta svona drífi ykkur að kjósa. Engar kindur kemur hérna, það áhugavert. Eða vera óhrædd eða óhræddur að sjá hvað virkar. Draga innblástur af náttúrusögu í nýjar sögur, bækur, kvikmyndir og svo framvegis. Það sérst bara að sköpum okkur nýjar sögur. Menningardagskrá og söfnvinni með samfélaginu. Já, þetta búið að vera frábært og núna skulum við aftur skipta yfir á okkar frábæra pallborð sem eru nú í felum. Og það alveg greinlegt að tæknigúrúinu hérna alveg að gera rosalega góða hluti hérna í kvöld. En núna, þetta voru athyglisverðar niðurstöður og ég ætla svona að byrja ykkur að koma núna með lokaorðin svona á síðustu og ég ætla að byrja Guðrúnu vel að byrja að þessu sinni. Ég bara tel að það sé gríðarleg tækifæri sem að felast hjá okkur á Vesturlandi í menningararfinum og einmitt í fjölbreytileikanum. Þessum félagslega mannauði sem að við búum með margbreytileika. En við þurfum að vera svolítið bæði opin og jákvæð til þess að nýta þetta og grípa hugmyndir, vera meðvituð og hafa í rauninni hagsmuni allra að leiðarljósi, okkar allra. Þá hef ég lokið máli mínu. Alveg frábær lokaorð, Guðrún Vala, takk hérlega fyrir. Og við skulum fara þá í Safnahús Borgarfjarðar, Guðrún Jónsdóttir. En maður toppar þetta nú ekki hjá Guðrúnu Völu, en mér langaði bara að segja að því að við erum að hugsa svolítið sveitarfélög hérna. Þau eru að standa fyrir þessu, þau semja þessa stefnu, láta semja hana og gera það með þátttöku úr samfélaginu á þessum landshluta, að fyrir íbúana, það má ekki gleyma því að fyrir íbúana skiptir menningararfurinn gríðarlegu máli. Þetta bara spurning búsetuskilyrði. Að maður hafi menningararf, menningarkima, hvort það eru íþróttir eða kórar eða leikstarf eða fornminjar eða söfn eða sögur. Þetta skiptir fólk miklu máli og það verður aldrei verið skýrara heldur en einmitt núna og gleymum auðvitað ekki listunum. Takk bara kærlega. Já, takk fyrir sömuleiðis og Magnús. Já, ég finnst bara svo Guðrún, það erfitt að toppa þetta og ennþá eftir að hún búin að vera þetta líka, en ég tek nú bara undir það sem var sagt þarna að menningararfurinn skiptir okkur ofsalega miklu máli og mér finnst einmitt skemmtilegt þessi umræða líka að nú erum við að tala um útlendinguna eða innflytjendurnar sem eru komnir hérna og eru orðið partur af samfélaginu og þar að leyti eru þeir náttúrulega partur af menningararfinum og þeir skilja eftir sinn menningararf og það verður gaman að sjá hvernig þau samskipti verða og ég held einmitt að það sem náttúrulega komið ljós þessu umræðu þannig að ég held að Vesturland eigi mikla framtíð fyrir sér sem í sambandi við menningartengda ferðamenn
og ferðaþjónustu og við getum bætt við þessa flóru sko fyrir ferðamennin að draga fram þessi sérstöku og fallegu staði sem við höfum inn á Vesturlandi. Takk. Já, takk sem leiðis, mikið rétt. Og Bjarnheiður, ég veit að það leiðilegt að vera síðust en ég ætla nú að leyfa þér að klára bara umræðinu hérna í kvöld. Takk fyrir það, aldeilis. Já, mér langaði kannski fyrst til að aðeins að nefna bara varðandi markasetningu eftir það var ekki sagt áðan og mér finnst það svolítið mikilvægt að við höfum það í huga þegar við erum að hugsa markasetningu Vesturlands að við erum bæði að markasetja okkur gagnvart nýjum íbúum og jafnvel núverandi íbúum og svo þeim sem koma að heimsækja okkur á einhvern hátt. Þannig að við þurfum alltaf að hugsa þetta þannig og við erum að sýna allt aðra hluti þegar við erum að markasetja okkur gagnvart nýjum íbúum. Ég meina, þú veist, saumaklúbbarnir okkar og spilakvöldin og allt þetta sem er hluti af bara sveitamenningunni til dæmis er eitthvað sem skiptir heilmiklu máli þegar við erum að markasetja okkur gagnvart nýjum íbúum og ég tala ekki íþróttir og svo framvegis. En svona varðandi kannski atvinnutækifæri, þá finnst mér svolítið mikilvægt að við horfum á sko bara svona hvert erum við að fara og það sko nútíma maðurinn til dæmis er fann að leika sér alveg ofsalega mikið. Það bara fullt af fullorðnum fólki sem spila tölvuleiki og hugsið ykkur til dæmis að það væri til tölvuleikur þar sem að þú ert dregin inn í álfheima og svo þarft að rembast þegar að komast út aftur áður en að liðin 100 ár. Bælið í því hvað það til dæmis væri skemmtileg tölvuleikur og þess að eins líka bara að koma á stað og upplifa eitthvað að leika sér í fallegri náttúru eða í fallegu gömlu húsi eða eitthvað svolítið. Við þurfum kannski svolítið að horfa á þetta og svo bara öll tækifærin til stafrænna miðlunar, þið veitir sýndaveruleiki eða aukin veruleiki og svo framvegis. Við getum kannski sýnt hvernig eitthvað leit út, eins og til dæmis mér langar að sýna hvernig Haukadalurinn leit út á landnámsöld. Mér langar reyndar helst til þess að gera það ekki með tækni, en ég er ekki ennþá búin að finna út af hvernig, en sem sagt, en við þurfum kannski svolítið að horfa á tækifærin sem að búa í leiknum af því að menningararfurinn er í raun og veru það sem það er svo mikil uppspretta ánægju og þar með svona lífsgæða, þannig að það skiptir máli að hvað var að segja, þetta er kannski svona allra dýrmætasti hlutin af menningarmálunum yfirleitt. Algjörlega. Þetta eru alveg frábær lokaorð. Ég vissi það að þú myndir koma með eitthvað gott Bjarnheiður mín. Þetta var allt fyrirfram ákveðið. En kæra pallborð, ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt með okkur í kvöld. Og ég vil kannski svona minna það að lokum að síðasta pallborðið sem er í þessari vinnu er næst 13. apríl klukkan 8 og þar er áherslan á samvinnu. Þannig að það er eitthvað sem ég held að við ættum öll að láta okkur varða hvernig við vinnum öll saman og eiginlega er þetta svona kannski, er þetta sem að til þess að kóróna alla þá kafla sem við höfum tekið í þessum pallborðs þessari pallborðsröð En ég ætla nú kannski að enda þetta bara á því að vitna í Önnu Melsteð sem setti fram rosalega gott komment en það er að menningararfurinn er hluti af sjálfsmyndinni. Og ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að hlusta og bendi líka á að það er hægt að áfram að senda okkur komment og tölvupósta og þakka ykkur fyrir og verið sæl.